Kæru vinir, framundan eru kosningar eftir að Guðni T.H. Jóhannesson upplýsti þjóðina á nýársdag hann hygðist ekki gefa kost á sér aftur sem forseti lýðveldisins. Á þeim tíma voru stór verkefni í gangi í forsætisráðuneytinu, náttúruhamfarir á Reykjanesskaga og undirbúningur kjarasamninga. Margt hefur áunnist í þessum stóru verkefnum og eru þau komin í tiltölulega öruggan farveg. Ég hef núna á undanförnum dögum og vikum heyrt í töluvert mörgum víða land sem hafa hvatt mig til þess að gefa kost á mér í embætti forseta Íslands. Ég hef því farið aðeins að velta fyrir mér forsetaembættinu. Þetta er mikilvægt embætti. Forsetinn þarf að skilja gangverk stjórnmála og samfélags. Hann þarf að geta sýnt forystu og auðmýkt. Hann þarf að gæta hagsmuna Íslands á alþjóða vettvangi. Hann þarf að geta tekið erfiðar ákvarðanir óháð stundar vinsældum. Hann þarf að geta talað til þjóðarinnar allrar, enda verður ekki frá honum tekið að hann er kosinn af þjóðinni. Við erum stödd á flóknum tímum. Stríðsátökum hefur fjölgað í heiminum. Við stöndum frammi fyrir risastórum áskorunum á sviði loftslags- og umhverfismála. Tækniþróunin er á slíkum hraða að annað eins hefur ekki sést og aldrei hefur verið mikilvægur að efla og gæta að mennskunni. Á slíkum tímum þurfum við að horfa á undirstöðunar, menntun og menningu. Við þurfum að tryggja íslenska tungu sem er okkar rótfesta en á sama tíma þurfum við að standa vörð fjölbreytnina sem einkennir íslenskt samfélag. Í öllum þessum málum hefur forsetinn hlutverki að gegna að tala skýrt fyrir þeim grunngildum sem við byggjum íslenskt samfélag, lýðræði, mannréttindum og réttaríkinu, bæði hér heima og á alþjóða vettvangi. Nú er það svo sannarlega ekki gefið að ég sem hef verið á pólitískum vettvangi í 20 ár gefi kost á mér í þetta embætti. Það breytir því ekki að sú reynsla sem ég hef af stjórnmálum, reynslan af því að leiða saman ólíka hópa og sá skilningur sem ég hef öðlast á þeim tíma, gerir það að verkum að ég tel að hún geti nýst vel í þessu embætti. Sjálf hafði ég ákveðið fyrir allnokkru síðan að gefa ekki kost á mér í næstu þingkosningum. En áfram brenn ég fyrir því að vinna samfélaginu okkar gagn og vil gera það áfram. Af þeim sökum hef ég ákveðið að beiðast lausnar sem forsætisráðherra Íslands og gefa kost á mér í komandi forsetakosningum. Ég mun á komandi vikum ferðast landið og hitt ykkur vonandi sem flest og ræða við ykkur framtíðina því ég trúi því að ég geti á þessum vettvangi verið íslenskri þjóð og samfélaginu öllu til gagns.